Sjálfbæran Elliðaárdal og þar tekur fyrstu til máls Sigurður Björn Blöndal, borgarfulltrúi. Já, forseti, þá getur borgarfulltrúar, ég þakka fyrir þetta. Ég las nú dagskrána eitthvað vitlaust, ég held að það væri einn liður á milli, sem ágætt. Ég þarf reyndar að halda eina ræðu núna hérna niðri. Forseti biðst afsökunar á þessu, en borgarfulltrúin hefur á rétt að standa. Þetta ekki þessi liður. Ég væri mjög þakklátur ef að það myndi henta mér mun betur ef ég hefði meira en 4 mínútur til að fjalla efni. Orðið hefur við því vegna þess að... Takk fyrir það. Ég þakka fyrir mig. Forseti hoppaði yfir línu og næst á dagskrá umræða reglur Reykjavíkurborgar stofnframlög. Og fyrst tekur til máls Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Frú forseti, borgarstjóri, ágæta borgarstjórn. Ég þakka fyrir þetta mál hafi verið sett á dagskrá, enda vakti það athygli mína þegar þetta var til umfjöllunar í borgarráði núna í síðustu viku. Og að við séum öll hérna saman að fjalla þetta. Það þetta reglur Reykjavíkurborgar stofnframlög og þetta náttúrulega alveg splunkunýtt verkefni sem að verið að fara í, sem að tengist lögum uppbyggingu almennra íbúða, aukning til þess að auka og styrkja leigumarkaðinn á landinu en það sem snýr að okkur hérna í Reykjavík. Reglurnar voru samþykktar í borgarráði í síðustu viku og eru mjög til eftirbreytni og það sem jákvætt við þær sérstaklega að þarna á að setja ákveðið markmið, hvert markmið með veitingu stofnframlaga sem að Reykjavíkurborg ætlar að veita og það til þess að tryggja húsnæðisöryggi fjölskyldna og einstaklinga Reykjavík sem eru undir þessi tekju- og eignamörkum. Það náttúrulega alltaf sérstaklega ánægilegt að auðvitað eru þetta lög sem að voru samþykkt á Alþingi núna á þessu ári og gera það verkum að við getum farið í þessa uppbyggingu væntanlega hérna í Reykjavík þó svo það sé mjög skammur tími settur núna allavega í þessari úthlutun á stofnframlögum. Nú, það eru gerðar mjög ríkar kröfur til umsókna stofnframlög og það verður sérstök nefnd sem verður sett á laggirnar af hálfu Reykjavíkurborgar, skipuð fagaðilum sem á að fjalla þessar umsóknir. Og það mjög vel vegna þess að það liggur fyrir rannsóknarskýrsla Íbúðalánasjóð og svo þetta rannsóknarskýrsla falli íslensku bankana þar sem að kemur fram ákveðin misnotkun sem átti sér stað á gamla kerfinu sem var við lýði. Það að segja í þessari uppbyggingu á félagslegum leiguíbúðum. Það sem sérstaklega var nýtt í að sveitarfélögin hefðu ekki sinnt skyldu sinni í eftirfylgni á afgreiðslu á umsóknum. Og þess vegna einmitt ánægjulegt að sjá að Reykjavíkurborg og við ætlum að passa að það verði vel haldið á spilunum í þessari atriðu. Það eru ítarlegar og miklar kröfur sem eru gerðar til þessara umsókna sem að lagðar eru fram og ekkert raunverulega við það að athuga en það eru kannski nokkur atrið sem við ættum kannski að skoða hvort að við myndum vilja breyta einhverju leyti en Reykjavíkurborg sem sagt að ef henni verður eitt af þeim atriðum sem Reykjavíkurborg kemur til með að skoða hvort að umsækjandi hafi verið sakfelldur með endanlegum dómi fyrir mútur, svik, peningaþvætti eða þátttöku í skipulagðri brotastarfsemi og það bara vel. Eina sem ég velti fyrir mér ég hefði viljað sjá bara ríkari skírskotun í hegningalagakaflann í þessum reglum. Til dæmis talað sem sagt 17. kafla hegningarlaga sem
skjalafals og önnur broti varða sýnileg sönnunargögn, reglur brot á reglum framfærslu og atvinnuhótanir, peningafals og önnur broti varðandi gjaldmiðla, einnig brot í opinberu starfi og rangar sakagiftir. Ég hefði viljað hafa örlítið rýmra þarna en þetta nú svona kannski smotteris vinklar á öllu málinu. Það skammu tími til stefnu og ef ég maður rétt ára 15. október núna sem hafa verið búið að skila inn umsóknum til Íbúðalánasjóðs og svo komu þær strax vikuna eftir til afgreiðslu hjá okkur í Reykjavík. Það sem að ég velti fyrir mér að við ætlum að áskilja okkur að þinglýsa kvöðum á hvert fastanúmer sem hlýtur stofnframlag og það sem að þessar kvaðir eiga sérst að fela í sér eða það verði bann til veðsetningar til tryggingar öðrum skuldum en lánum sem upphaflega voru tekin til kaupa eða bygginga á fasteigninni og skuldabréf sem að vera til endurgreiðslu stofnframlaga og það bann við sölu á íbúð ásamt byggingarétti nema með leyfi Reykjavíkurborgar. Þannig að við erum svolítið að fara í gamla kerfið hérna frá 1940 eitthvað minni það sem var bannað að framselja þessar eignir. Nú kvöðum að fasteignum verða einungis notuð í samræmi ákveða lag og regla stofnframlög og kvöðum að skilsetta þinglýsa veðskuldabréfum endurgreiðslu skili stofnsfjár og stofnframlags þegar þar til endurgreiðslu þeirra kemur. Þetta allt sett til þess að það verði ekki þessi vera að girða fyrir raunverulega brask með þessa lóðir eins og þekktist í raunverulega í gildistíð eldri laga að einhverju leyti og bara sem að skýrslur til sér staðfesta það. Eru þetta tækifæri, hvar felast tækifærin fyrir Reykjavíkurborg í því að þetta sé komið fram og hvar eru kannski hættunar? Ég held náttúrulega til að tækifærin felist sérstaklega í uppbyggingu fyrir félagsbústaði að þeir komi til með að sækja stofnframlag úr þessum sjóðum. Ég veit ekki til og það væri áhugavert að vita hvort að borgarstjóri hefði einhverja pata því hvort að félagsstofnun stúdenta eða byggingafélög námsmanna hefðu eða aldraðra hefðu hugsað sér að fara þarna inn. Ég átta mig illa á því samkvæmt reglunum og lögunum hvort að þau hafi tækifærið til þess eður ei þar sem að þetta tengist auðvitað tekju og eignamörkum. En þetta eru svona tækifærin sem ég held og þetta styður vel við þá stefnu sem að borgarstjóri hefur markað fjölgun á félagslegum leiguíbúðum og var eitt af stóru kosningaloforðunum. En ASÍ gerði töluverðar athugasemdir við frumvarpið sem að einhver leyti var tekið tillit til við vinnslu þeirra en þó ekki. Og það nú þannig að við höfum sem sagt hér hjá Reykjavíkurborg húsnæðisstefnu frá 2011 og þar sem við ætlum meðal annars að auka hlut tekjulágra og tækifæri þeirra til þess að koma sér þaki yfir höfuðið að geta leigt á viðráðanlegu verði. En ASÍ hefur til dæmis lagt sérstaklega áherslu á að leiguhlutfall fari ekki yfir 20–25% af tekjum og það ljóst að við á þenslu á fasteignamarkað og hækkun fasteignaverðs sem bara eins og núna að þá 80% framlag ríkis og 12% framlag sveitarfélaga þá mjög hæpið að það dugi til þess að halda verðinu innan þessara marka. En aftur á móti að þegar samdráttur verður á fasteignamarkaði að þá lækkar það og leiga verður talsvert undir þessum mörkum. Þannig ég held að við hjá Reykjavíkurborg við verðum að vera á tánum gagnvart löggjafanum í því að hafa þessar reglur endurskoðar með frekar svona það 10 ára endurskoðunarfrestur maður núna, ég held að það sé of langur tími og sérstaklega af því að til dæmis ASÍ, hann óskar hreinlega, þeir tala það að þessi hlutföll eigi að vera breytileg og mikilvægt þess að þau séu breytileg. En við getum náttúrulega ekki stjórna því. Nú mér langar líka vekja athygli á athugasemdum sem komu frá BSRB að þeir tala líkt og ASÍ, þessi 20–25% og ég velti fyrir mér hvort að borgarstjóri geti svarað því hvort að félagsbústaðir sjáu fram á að geta verið að
sækja stofnframlög á þessu og leigja þá samræði við áætlanir eða hvort að sé þá hægt, hvort að við séum að horfa fram á það að tekjur úr öðrum verkefnum komi til með að niðurgreiða nýbyggingar sem að fara á þessu sviði. Ég veit ekki hvort ég sé alveg nógu skýr borgarstjóri, þess að ég að velta fyrir mér hvort að við erum að óskum eftir stofnframlagi félagsbústaðar í ákveðu verkefni og við ætlum að taka 100 íbúðir, hvort að þessi 18 og 12% séu nægileg til þess að leigugreiðslurnar séu undir þessum viðmiðum sem ASÍ og BSRB raunverulega leggja áherslu á og eru að einhver leyti megin markmið frumvarpsins og þá líka hvort að hann sé ekki sammála mér í því að við þurfum að fylgjast mjög vel með þróunin og jafnvel að ýta á eftir endurskoðun fyrr heldur en áætlað var. Það er líka þar sem að mig langar að vekja bara athygli hérna á í þessum einmitt að félagsbústaðir að þeir svona töldu, það er dálítið þungt, það er frekar þungt í vöfum og nú er ég ekki að gagnrýna Reykjavíkurborg, heldur við erum bara að tala kerfið og þessar reglur sem settar eru. Það verður frekar þungt í vöfum fyrir minni aðila að stofna sér svona húsnæðissamvinnufélag. Það er til dæmis gert ráð fyrir allt að það séu 15 manns í 12 manns í stjórn. Sko, það er mjög íþyngjandi ef við segjum að hópur fólks undir tekju- og eignamörkum ætlaði að virkja svona samtakamátt sinn og sækja 8 íbúða lóð undir 8 íbúða hús upp í Úlfarsárdal, ef við bara tökum dæmi slíkt. Þá er það eiginlega ógerlegt samkvæmt lögunum, þannig að þetta er allt miðað að mjög stórum verkefnum og stórum aðilum með mjög þungri stjórnsýslu. Og jafnvel sko athugasemdir sem bárust frá félagsbústöðum voru í þá veru þar sem þeir töluðu að formið væri þungt í vöfum, sérstaklega að ræða lítið félag sem bara kannski að fara í eina framkvæmd. Og ég velti því fyrir mér að þessar reglur sem settar eru, þær henta mjög vel fyrir félagsbústaði, fyrir stærri búseta, tala mikið búseta, henta mjög vel fyrir búseta. En ég velti fyrir mér hvort að við getum einhvern veginn, við gerum ekki þessar atriðinu, en við höfum tækifæri á næsta ári, fyrir næsta fjárlagaár, að skoða hvort að sé einhvers konar svigrúm til að hleypa minni aðilum að verkefninu. Það gæti verið mjög hagkvæmt fyrir borgina og fyrir þá einstaklinga sem að treysta sér ekki í stofngreiðslur þær sem fylgja til dæmis inngöngun í búsetakerfið að sjá fram á að geta byggt sér húsnæði með lægri tilkostnaði með því að og kannski minni kröfum heldur en sem skerðar eru hjá búseta þó þannig að það sé uppfyllt allar byggingarreglugerðir og slíkt. Þannig að ég myndi svona vilja sjá að við myndum halda þessu reglublaði svolítið lifandi og fyrir næsta ár kannski skoða það hvort að það sé vilji hjá okkur til þess að auka svona möguleika á innkomu eins aðila en minni aðila raunverulegs og athugasemdir félagsbústaða frumvarpi hljóða kveða á. Takk fyrir. Þá hefur Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er Dagur B. Eggertsson borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, já, ég vil nú þakka fyrir það að þetta er sett hér á dagskrá til að draga fram að okkar sérfræðingar og starfsfólk hefur unnið býsna vel bæði á vinnslutíma frumvarpsins en ekki síður í sumar. Merkilegt nokk, annars vegar að þessu verkefni að undirbúa reglur stofnframlög Reykjavíkurborgar. Það er að segja okkar hluta af stofnframlögunum því að ríki kemur auðvitað með hinn hlutan. Og síðan hins vegar þá fer fram núna mikil vinna líka við að útfæra reglur húsnæðisbætur og sérstakar húsaleigubætur eftir að breytingar sem voru gerðar á lagaumhverfinu þar. Það er alveg rétt sem framkom hjá borgarfulltrúanum að reglurnar taka mið af reynslunni, meðal annars kaflanum í
í úttektinni og íbúðalánasjóði þar sem að var dregið fram að allar þær lóðaúthlutanir sem að fóru fram á gatnagerðargjöldum í tilraunaverkefnum fjölgun leiguíbúða, öll þau verkefni fóru á höfuðið eða voru sett á höfuðið nema eitt, það var lóðin sem að Búseti fékk úthlutað fyrir sína leiguíbúðir og þá er hann að gera fyrir það bæði með umgjörð laganna og síðan þessum reglum. Varðandi spurninguna hvort þetta útiloki litla aðila, þá er það rétt að þetta er meir en að segja það, þetta er ekki bara ein kvöldstund fyrir framan tölvuna og þú hendir inn umsókn, þú þarft að vera með þitt á hreinu, bæði hvað þetta fara að gera, hvar, og það þarf að vera skýr kostnaðar og viðskiptaáætlun á bakvið. En ég held að það byggir líka á reynslu og ég held að jafnvel þó lítil verkefni sé að ræða þá verði að gera þær kröfur, annars fáum við bara í raun einhverja kollsteypur og annað slíkt. En mér finnst alveg sjálfsagt mál að fara yfir reglurnar árlega eða þess vegna oftar ef að koma einhverju vandamál. Ég held að við verðum að átta okkur í bæði með lögin og reglugerðina og þessar reglur að við erum að fikra okkur inn í nýtt verklag og eigum bara að vera alveg heiðarlega með það að sumt í þessu getur verið þannig að það sé og þröngnálaraugun eða víðir möskvarnir og við getum þurft að breyta þessu í takt við reynsluna. Það er megin einkenni laganna og reglurnar taka með af því að þetta er fyrst og fremst fyrir leiguhúsnæði og inngöngurinnar, stofnframlögin. Þannig að það liggur fyrir að Búseti ætlar ekki að sækja stofnframlög vegna þeirra uppbyggingar sem framundan er þar. Það verða búseturéttir að langstærstum hluta, auðvitað á Búseti ákveðið leigufélag en að sinni, ef ég skil þetta rétt, bara með öllum eðlilegum fyrirvörum, að þá held ég kunni það rétt að Búseti ætlar að fjölga búseturéttar íbúðum og raun bara sækja sér lánsfé á almennu markaði vegna þess. Þegar kemur að stúdentum þá er Félagsstofnun stúdenta ekki búin að gera alveg upp við sig hvort þau fari stofnframlagaleiðina eða gömlu leiðina. Þá þarf hins vegar að sækja væntanlega sérstaka samþykkt ríkisstjórnar eða út af beinum lánum frá íbúðalánasjóði og það liggur ekki fyrir hvort að Félagsstofnun stúdenta ætli að fara stofnframlagaleiðina en ég skil það svo að Byggingafélag námsmanna hyggist gera það. Félagsbústaðir munu væntanlega gera það. Nú liggur reyndar fyrir mjög hagstætt lán frá lánasjóði sveitarfélaga til félagsbústaða og það er alls ekki þannig að félagsbústaðir hafa bara einhverja eina fjármögnunarleið en þetta stofnframlög sem eru 30% af uppbyggingunni í talningum 34 eins og þau geta verið hjá félagslegum húsnæðisfélögum sveitarfélaga er auðvitað nokkuð myndalegt og ætti að gera kleift að hafa þessa leigu og viðráðanlegu verði. Varðandi aðra aðila að þá tekið eftir því að það er eins og löggjöfin hafi gert þeim sem er að byggja fyrir eldri borgara svolítið erfiðara fyrir að vera með gamla í raun búseturéttarformið þar. Þannig að mörkin, Sóltún og aðrir aðilar sem ætla að byggja búseturéttaríbúðir eins og gjarnan hefur verið varðandi þessar þjónustu- og öryggisíbúðir hafa núna verið að melda það að það verði hugsanlega söluíbúðir. Þá fella auðvitað ekki undir þetta. Félag eldri borgara ætla líka að vera með söluíbúðir sem fellur það ekki undir þetta og þess vegna hafa þau líka verið að greiða bara hefðbundin lóðagjöld. Væntanlega það sama við samtök aldraðra sem hafa gjarnan selt sínar íbúðir vegna þess að þetta á ekki við sölu íbúðir. Hins vegar ef að væri leigu íbúðir að ræða þá þurfti líka að huga að félagslegri stöð og tekjum. En þetta er nú svona, það liggur svo sem ekkert formlega fyrir frá neinum af þessum aðilum hvað þau hyggjast fyrir. Það verður bara áhugavert að sjá. ASÍ auðvitað ætlar að fara þessa stofnframlaga leið með þessar 1000 íbúðir. En það er rétt að fólk búist undir það að í raun gera reglur íbúðalánasjóðs nánast
ráð fyrir að þú sért með alltaf því samþykktar byggingarnefndateikningar áður en þú færð stofnframlög, þannig að verkefni þurfa að vera komið alveg gríðarlega langt, sem ég hef svona ákveðna fyrirvara við. Ég held að gæti verið skynsamlegt að það fengjust vilyrði með einhverjum fyrirvörum á fyrri stigum áður en það búið að leggja í hönnunarkostnað sem miða við þessar stærðir og þessa útfærslu af íbúðunum. Því að sérstaklega einhverjum litla eða nýja aðila að ræða, og þá getur verið býsna dýrt að hanna sig í þessu átt og fá síðan nei. Varðandi síðan það hvort að heildarfjárhæðirnar falli undir ákvæði reglugerðarinnar, að þá verður það vandasamt, sérstaklega á dýrum svæðum. Og ég held að það sé rétt að vekja athygli á því að það er ekkert sem að útilokar það af okkar hálfu þurfum borgarlandir að ræða, sem við erum þá að selja inn í verkefnin á markaðsverði eins og leikreglurnar gera ráð fyrir, að við verum hugsun að hækka stofnframlögin umfram þessi 12% til þess að endurspegla lóðaverðið á viðkomandi stað, til þess að verkefnin standi undir eða falli undir reglurnar stofnframlög ríkisins megin. En það held ég að við ættum að skoða bara verkefni fyrir verkefni þegar það kemur. En við erum tilbúin, það sem þá næst í þessu að stofna umsóknargátt, útbúa umsóknareyðublað, og þetta þarf að kynna þetta, en reglurnar eru traustvekjandi að mínu mati, eins langt og það nær. Ég held við að teka undir með borgarfulltrúunum í því. Ég held við að vera tilbúin til þess að breyta ef að framkoma einhverjar ábendingar eða eitthvað ekki að virka sem skyldi. En takk fyrir umræðan. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er Halldór Halldórsson borgarfulltrúi. Þegar Halldór Halldórsson borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu þá held ég að við borgarfulltrúar ættum að hlaða batterín og taka smá hlé. Það verður rætt sér. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Það sem við erum að fara yfir hérna eru auðvitað mikla breytingar sem eru að verða á leiguíbúðamálum eða möguleika á því, með því að taka upp þessi stofnframlög ríkis og sveitarfélaga. Og stofnframlög sveitarfélagana í rauninni mynda eign, þannig að eftir ákveðin tíma þá eiga sveitarfélög möguleika að fá þau tilbaka og nýta þá væntanlega áfram í þennan málaflokk. Og ég velti fyrir mér þegar maður að fara yfir þetta mál, hvaða og við eigum alveg örugglega eftir að sníða af því ýmsa agnúa á næstunni, en það og skiptar skoðanir svo sem þetta, en þetta orðið að veruleika, þetta orðið að lögum. Það gríðarlega langtíma hugsun í þessu. Við erum að tala alltaf jafnvel 50 ára tíma sem að mun taka að endur, eða sem sagt að klára greiðslur af lánum sem að einhver húsnæði, sjálfseignarstofnun, sveitarfélag eða önnur félag mun stofna, fá stofnframlög og svo auðvitað leigugreiðslur þeirra sem eru að leigja húsnæði sem að verður byggt. Að greiðslur af lánum getur tekið alltaf 50 ár. Og þá hugmyndin svo að svokallaður húsnæðismálasjóður verði til og hann muni nýtast í það að greiða sem sagt, þá inn í málaflokkin þegar að fara að renna inn í hann sem sagt, eftir að lán hafa verið greitt upp og öll þau skilyrði verið uppfyllt, að þá geti húsnæðismálasjóður farið að nýta peningin í næstu verkefni. Þetta er rosalega langur tími, ekki síst fyrir okkur Íslendingar sem erum kannski ekkit voðalega, og það er ekkit alltaf sem við erum í svona mikilli langtíma hugsun. Þannig ég velti mjög fyrir mér hversu oft verður búið að breyta lögum frá Alþingi á þessu tímabili. Hvernig mun okkur ganga að halda þessari gríðarlegu miklu langtíma hugsun sem þarna í kerfinu. En markmiðið auðvitað með þessum breytingum eða með þessu auðvitað eins og verið hefur svo sem með leigumarkaðinn sem hefur ekki verið nægilega virkur, að það auðvitað að bæta þetta húsnæðisöryggi. En
samt sem áður það þannig að í þessu gert skilyrði að til þess að eiga möguleika á að fá stofnframlög að þá verða þær stofnanir, hvort sem það sjálfseignarstofnanir eða eitthvað félag í eigu sveitarfélaga, lögaðilar slíkir, að verða að hafa það langtímamarkmið að byggja, eiga og hafa umsjón með leiguhúsnæði sem rekið án hagnaðar sjónarmiða. Ég hef nú gert þetta að umtalsefni áður hér í þessu ræðustól og víðar. Það þetta með hagnaðar sjónarmiðin. Ég veit að niðurstaðan á Alþingi var svo að þetta kom til umræðu auðvitað að það væri erfitt að rökstyðja það að opinbert fjármagn frá ríki og frá sveitarfélögum væri sett inn í svona félög í formi í formi stofnframlaga ef að það væri rekið í hagnaðarskyni og eigendur myndu greiða sér út arð. Jú, þetta auðvitað alltaf svarið. Þetta auðvitað alltaf það sem sagt þegar talað svona. En það alveg, þó að félag segist vera rekið án hagnaðarsjónarmiða og sé það vissulega sé ekki greiddur út arður, að þá getur nú samt sem áður verið ýmislegt dulbúið í því, ef ekki rétti staðið að málum, hvernig félagið rekið. Það getur alveg verið í útgjaldahlið rekstrarreiknings þess félags, þó að það greiði ekki út arð, að þá getur bara verið óvenjuhár kostnaður, það getur verið óvenjuhár laun, eða óvenju margir á launum, óvenju mikil yfirbygging og allt slíkt. Og að því að þetta nú hugsað út frá leigjanda, að bara fyrsta greinin í þessum lögum talar leigjendur, þetta hugsað út frá hagsmunum þeirra, að þá vil ég segja enn eina ferðina að fyrir leigjanda þá skiptir ekki máli hvort að félagið sem leigir honum hagnaðardrifið eða ekki, hvort það rekið án hagnaðarsjónarmiða eða ekki. Fyrir leigjandann skiptir öllu máli hvert leiguverðið og þess vegna í sjálfu sér umhugsunarvert hvers vegna að það verið að skipta þessu svona upp. Við eigum að horfa á þetta alveg eins og fyrsta greinin í lögunum segir, út frá leigjandanum sjálfum og hans hagsmunum, og þá finnst mér, þó að það sé þetta verði ekki því að þetta orðið að lögum, en mér finnst og mér hefur alltaf fundist að við eigum fyrst og fremst að horfa á þetta út frá því hvað hægt að bjóða leigjandum. Þannig að við getum alveg staðið frammi fyrir því að einhvað húsnæðisfélag sem uppfyllir öll þessi skilyrði hér, sem ekki rekið með hagnaði í huga, mun ekki greiða út arð, að það geti ekki boðið jafn góða leigu, jafn hagstæða leigu eins og félag sem hagnaðardrifið. En þetta kemur auðvitað allt í ljós hvernig þetta mun reynast, maður auðvitað vonar það besta í þessu. En mér finnst bara ástæða til þess að hafa orð á þessu hérna þegar við erum að ræða þetta mál og ég auðvitað hlakka til að sjá hvernig þetta mun ganga, bæði og ekki síst hérna hjá okkur í borginni því að hér auðvitað mest þörfin fyrir það að geta byggt meira og útvega meira húsnæði því hér vantar svo sannarlega húsnæði fyrir fólk. Og þetta þá enn ein leiðin í viðbót við það sem aðra möguleika markaði til þess að vonandi geta hraðað því og vonandi geta boðið upp á hagstæðara verð fyrir fólk sem svo sannarlega veitir ekki af. Þá hefur Halldór Halldórsson lokið máli sínu og forseti leggur til að gert verði 30 mínútna matarhlé eftir írindisveitingum hér niðri í mötuneyti. Og svo ég.